erfiður leikur að baki hérna á Suðurlandinu, en já, svona þitt mat á svona leik? Þeir mættu bara tilbúinir og við ekki, það kannski hefur eitthvað með að gera þeirra að spila fyrir eitthvað, ekki við, en það er ekki press á okkur, við áttum að koma hann út og hafa gaman af þessu sem við gerðum ekki og þeir eru bara vel þjálfað lið og þeir tóku okkur út í því sem við ætlum að gera og gerðu bara sitt vel, og þeir voru miklu betri en við í dag. Var eitthvað sem kom ykkur jafnvel óvart í þessum leik eða FSU liðum? Bara ekki með FSU liði, bara hversu lélegir við vorum. Við erum búin að stúdera þá hvað þeir ætla að gera og í hverju þeir eru góðir og í hverju við erum góðir og við letum þá að komast upp með það sem þeir eru góðir í og letum þá taka okkur út í það sem við vorum að gera. Það var bara það sem komur á hversu lélegir við vorum. Úrslitakeppnissætið, þið eru náttúrulega ennþá í séns á því? Nei, við erum ekki í því. Það er komið út? Já. En hvernig er svona restin af tímabili? Er þið með eitthvað sérstaklega markmið þá? Bara við hefum 3 heimaleiki eftir, við ætlum að vinna þá alla og þú veist, sýna fólkinu heim í Kópavogi að við getum spilað körfubolta og reyna, þú veist, eins og segi, vinna þá og byggja eitthvað til framtíðar, spá aðeins í framhaldinu og restan tímabili og bara eitthvað í þá áttina, sko. En já, nú verið konur alla leið á Suðurlandi og það er náttúrulega leiðilegt að færa á heiðinni, vitið þið eitthvað hvort þið komist heim? Við komumst alltaf heim. Já. Snjósleða þarna bara? Já, slöppuðu bara, það er ekki verið henni í nótt, sko. Nei, veistu það, gerur gangi ykkur vel? Takk.